Að byrja hins vegar á málefni þjóðkirkjunnar í dag ákvað biskup að fara þess á leit að nefnd innan kirkjunnar skipaði sannleiksnefnd til að rannsaka ásakanir kynferðisbrot Ólafs Skúlasonar fyrrum biskups. Þórhallur Heimisson, sóknarprestur og Illugi Jökulsson eru sestir hjá Helga til að ræða þessi mál og ekki síst hvort aðskilja í ríki og kirkju. Já, við ætlum að byrja á því að ræða þessi nýjustu tíðindi af þessu máli öllu saman. Illugi og Þórhallur, velkomnir. Byrja á að fá að spyrja þig, Þórhallur, hvað finnst þér þessa sannleiksnefnd sem að nú búið að ákveða að minnsta kosti að verði skipuð. Það ekki búið að skipa nú þetta ennþá en það verðist að verið tekin ákvörðun það og kirkjuráð samþykkir það að gera það. Hvað finnst þér það? Já, ég og svona allavega hópur presta og heldur nú vaxandi hópur höfum barist fyrir því að svona sannleiksnefnd verði skipuð og ég held að myndi kjölfara allra þessara upplýsinga og náttúrulega allra þessara sögu sem orðin nokkuð löng, eins og við vitum, að þá sé það algjörlega nauðsynlegt fyrir þjóðkirkjuna ef hún vill vera þjóðkirkja og eiga trúnað fólksins í landinu að öll þessi mál verði einfaldlega upplýst algjörlega og af óháðum aðilum þannig að fólk geti treyst í að þetta sé rétt og það liggi allt fyrir og öll kurl séu komið til grafa. Þannig að ég fagna því vissulega að þessi byrjaði að vinna að þessu en spurningi, ég hef bara hreinlega ekki kynnt mér nógu vel, ég var bara lest eins og þið í dag, fekk bréf eins og aðrir þessa nefnd, hvort að þetta sé nógu hlutlaus nefnd en ég ætla að vona það. Illugi, þú hefur gagnrýnt það hvernig kirkjan og þá sérstaklega biskupinn yfir Íslandi núverandi hefur tekið á þessu máli. Heldur þú að þetta verði til þess að lægja eitthvað öldurnar í kringum kirkjuna? Ég veit það ekki. Ég hefði kosið að dóms- og mannréttindamálaráðherra tæki þennan kaleik bara af kirkjunni og væri ekkert og hún skipaði sjálf þessa sannleiksnefnd sem vissulega þörf á að tæki til starfa í staðinn fyrir að yfirmaður kirkjuráðs á að skipa nefndina, finnst þetta óþarflega flókið og involverað einhvern veginn. Sannleiksnefndin verði hún óháð, þá vona ég náttúrulega hún skili góðu starfi en ég held að öldurnar muni ekki lægja að sinni, ekki fyrir en kirkjan horfist almennilega í augu við það hvað gerðist. Finnst þér hún ekki verið að gera það? Nú var komið þessi afsökunarbeiðni frá biskupi á Já, hún góðu gild, en akkur kom hún í dag? Akkur kom hún ekki í fyrradag? Í fyrradag var biskup hér í Kastljósi og þá gat hann ekki einu sinni svarað spurningunni hvort hann tryði konunum sem báru fram ásakanir gegn Ólafi Skúlasyni. Hann svona fór undan í flæmingi og hann terriði sannleikann að ýmsu leyti að var frjálslega. Núna viðurkennir hann að trúa konunum, sem ég held að hann hafi gert allan tímann, þó hann hafi ekki viðurkennt það. Og það bara vegna þess að það er risin reiði alda í samfélaginu. Mér finnst að kirkjan sé að bregða, hún sé á flótta, hún sé að bregðast við, hún sé að reyna svona að svara reiði almennings. Það er kannski gott og gilt en það fyrir samt í taugarnar á mér að þetta skuli hafa þurft til, að það skuli þurfa reiði öldu almennings til að kirkjan sem telur sig byggja á alveg sérstökum siðferðisgrunni horfist í augu við sína siðferðilegu ábyrgð. Það þurfi beinlínis að pína hana til þess að horfast í augu við þetta. Hvað finnst þér nákvæmlega þetta, Þórhallur? Það verður nú ekki sagt að kirkjan hafi haldið neitt sérstaklega vel á spöðunum á þessu máli öll saman. Það er auðvitað og það er nú margt svona hálf klaufalegt við það hvernig þá sérlega biskupinn hefur komið fram og nú síðast núna í kvöld þegar hann vill líka minna fólk á það að það er góður stundir sem að menn höfðu átt með Ólafi í sömu andrá og hann er að biðjast afsökunar á því að maðurinn hafi farið svona fram eins og allt bendi til. Já, ég tek bara undir með Illuga með sannleiksnefndina. Ég persónulega hefði kosið að væri og hefði talað fyrir því innan kirkjunnar eða prestahópsins að þessi skipu nefnd sem dóms- og menningarmálaráðherra myndi skipa en ekki á neinn hátt tengd kirkjunni. En hvað finnst þér sjálfum? Finnst þér að biskupinn að hann geti setið sem biskup? Í framhaldi af því, þetta er spurning trúnað. Ég var eitthvað að tala þetta við einhvern í morgun, þetta er svona kannski líkist því ef þú lendir því að makiðinn heldur fram hjá þér og þú ákveður svo að sættast aftur og spyr bara hvernig get ég öðlast trúnað aftur. Og trúnaði það er eitthvað sem þarf að byggja upp og eftir allt það sem við gengið á þá finnst mér kirkjan þurfa að spyrja sjálf því er þetta nóg einmitt til þess að fólk fara að trúa okkur aftur eða hafa trúnað okkur aftur
að við sjálf skipum einhverja nefnd eða fáum einhverja frá okkur til að skipa nefnd. Og það er að sama með, eins og Illugi benti líka á, með biskup núna, sem sagt eftir allt það sem við gengið á, að fá kannski þessa yfirlýsingu núna eða afsökunarbeiðni eða hvað, hvort að það sé þá nægjanlegt til að byggja upp trúnað aftur. Heldur að biskupinn njóti traust almennings og trúnaðar þjóðarinnar? Já, sko, ég myndi líka þá áður ég bara svona svara því, ég myndi tala um þetta með kirkjuna því að Illugi var nefnd að minnast á það. Að sko kirkjan er kannski dálítið tvennt, það er kannski eins og bara sjáum fyrir okkur skip og skipshöfn. Í kirkjunni er gríðarlega mikið af fólki að vinna bara sitt verk á dekkinu út út allan, bara þetta almenna starfsfólk og áhuga fólk sem að er að leggja sig fram eins og það getur og er náttúrulega jafn sjokkerað eins og aðrir, og síðan er það kannski stjórn kirkjunnar sem er þá að stýra bátnum sem hefur verið að standa í þessum ólgusjó og ég held að hún verið að spyrja sig þessu með trúnaði, menn hefur við gert nóg til þess að halda trúnað bæði við þjóðina, ef við viljum vera þjóðkirkja, en líka við starfsfólki á dekkinu. Finnst þér að biskupinn eigi að segja af sér? Já, mér finnst, ég held að formaður prestafélagsins hafa orðað það í sjónvarpinu í gær eða fyrradag, að þetta kannski hugsa sitt mál og mér finnst kannski framhaldi af þessari rannsóknarnefnd eða sannleiksnefnd sem snertir náttúrulega líka störf biskupsins og aðkomi alveg frá upphafi þessa máls, eins og við vitum alveg frá 1996 þegar hann var sóknarprestur, þá þyrfti hann kannski að íhuga það hvort að það væri gott fyrir trúnað kirkjunnar gagnvart þjóðinni að hann allavega myndi stíga til hliðar á meðan að vera að fara í gegnum þetta. Önnur umræða sem hefur blossað upp núna og kannski af enn meiri krafti heldur en oft áður, það er varðandi aðskilnað ríkis og kirkju. Það hefur auðvitað verið bent á það að mörguleyti sé búið að aðskilja þetta með einhvers konar fjárhagslegum aðskilnaði en engu að síður er þjóðkirkjan ríkiskirkja og er auðvitað partur af stjórnarskráin einmitt bara kveður á það. Hvað finnst þér um það? Finnst þér vera þetta sérstaklega að gefa eitthvað tilefni til þess eða hefur það eitthvað breytt skoðun? Nei, ég held að þetta hefur ekkert sérstaklega breytt skoðunum mínum á því að það beri að aðskilja ríkis og kirkju og ég held að fólk ætti ekki að blanda því saman, sko, þó að kirkjan sé í þessum vandræðum núna og vera að merkja þá vona ég að Karl Sigurbjörnsson hafi nú vit á því að segja af sér, en það þurfi ekki beinlínis að draga hann út svona áður og það taki ekki of langan tíma en þetta hefur ekki breytt skoðunum mínum á aðskilnaði ríkis og kirkju. Ég held að það eigi absolutt að gera það, bara virðingu fyrir sko öðrum trúfélögum og ekki síður að virðingu fyrir þeim sem trúlausir eru. Þá eigi ein kirkjudeild ekki að vera í neinu sérstöku sambandi við ríkið. Þórhallur, hvað segir þú við þessu? Það eru skiptar skoðanir þetta meðal líka presta líka. Já, nú getur maður farið út í langa umræðum menningu og hlutverk í ýmsu safna og stöðu og sög og ég ætla ekki að gera það. Ég vil frekar tala um þetta og minna aðeins á þetta sem ég var að tala um áðan, sko, með starfsmennin á dekki og bara hvað er þjóðkirkja. Af því að þú nefnir ríkiskirkju og menn tala gjarnan um ríkiskirkju þegar þeir vilja helst losna við þjóðkirkjun einhvern veginn frekar heldur en orðið er. Og það er líka alveg rétt að sko, það hefur náttúrulega orðið mjög mikill aðskilnaður. Kirkjan er mjög sjálfstæð og það er nú eina af ástæðunum fyrir því, skilst mér að sem sagt biskup biður kirkjuráð að skipa þessa nefnd og dómsmálaráðherra telur að vera svona eitthvað erfitt, þó ég sé nú ekki búin að sitja mig inn í það. En sem sagt út allt land, svo ég segi það aftur, er svona mjög mikil þjónusta við þjóðina. Ég er sjálfur búinn að ferðast mjög mikið í landið með hjónanámskeið og hamingjunámskeið og önnur námskeið á vegum kirkjunnar sem þjóðkirkjunnar sem er haldið á stöðum þar sem að sko presturinn og kirkjan og safnaðarstarfið er svona kjarninn í til dæmis bara félagslegri aðstoð oft og sálgæslu náttúrulega. Heldur þetta myndi dett upp fyrir ef þessi... Ég er ekki að segja að þetta myndi dett upp fyrir en sko að kirkjan sem þjóðkirkja það byggir á þessum trúnaði að þjóðin og kirkja vinni saman og náttúrulega ef að þessi trúnaður er ekki fyrir hendi að þá er kannski sjálfsagt að skilja algjörlega þarna á milli. En mér finnst mér ekki gleyma því að sem sagt allt þetta mikla starf sem fer fram og er algjörlega óháð sko stjórn kirkjunnar. Já, en sko nú talar bara um kirkjuna sem sko allsherjar félagsmálastofnun og
Já, hennar hlutverk mjög mikið, sko. En á hún ekki að vera samfélag einhverja þeirra sem trúa einhverju tilteknu? Hún það, en sem þjóðkirkja... Og af hverju þurfa þeir þá úr ríkinu að halda? Já, sko, sem þjóðkirkja, kirkja þjóðarinnar, þá hefur hún líka þjónustu við þjóðina. Og þessi þjónustu, til dæmis ég nefni aftur bara þessi námskeið sem ég kom inn á og allt annað sem að kirkjan gerir. Það aldrei spurt, býtu, ert þú í þjóðkirkjunni eða ert þú í einhverjum öðrum söfni og þú þarft að hjálpa að halda. Við getum bara tekið hjálparstarf til dæmis, sem mjög sterkt net all land sem að spyr aldrei fólk af því trúfélagsaðild eða neitt slíkt. Heldur að hjálparstarf kirkjunnar færi að spyrja fólk af því hvort það væri... Nei, ég bara segi, mér finnst að við erum að spyrja og leiða við veltum þessu fyrir okkur, viljum við algjörun aðskilja, hvað viljum við bara með þessa þjóðkirkju? Við erum að spyrja þetta líka, menn þetta eitthvað sem við viljum halda í og styðja og styrkja við eða ekki, Illugi, það hafa nú margir, minnst að kosti í Svíþjóð þar sem þessi aðskilnaður var í kringum 2000, þar hafa, að mér skilst, eru margir á því að kirkjan hafi veikst mjög mikið og það hafi haft mjög slæm áhrif á líkan hátt og Þórhallur að segja. Hvað heldurðu með það? Heldurðu að þetta verði, eins og það bendir á að prestar til dæmis í litlum söfnuðum út á landi eru til dæmis gegna miklu meira hlutverki heldur en bara sem prestar. Þeir eru sálfræðingar, sálgæslumenn og... Já, ég dreg það ekkert í efa að margir prestar vinni gott starf, en af hverju þurfa þeir að gera það í nafni trúar á 3000 ára gamlan þrumuguð? Af hverju þá ekki bara hægt að stofna einhvers konar bara, það hægt að búa til einhvers konar embætti sálfræðings eða þorpsráðgjafa eða eitthvað þess háttar. Af hverju þarf þetta að vera í nafni einhverjar tiltekinnar trúar? En það nefnilega máli, að þetta gert í nafni þessara trúar. Hvað sem finnst þess að trú til eða frá, trúa eða trúa ekki, hvort að þú trúir eða ég trúi eða hvað. En þess vegna þetta kerfi fyrir hendi, ég get bara nefnt þetta dæmi í suma, þegar allar hjálparstofnanir á Íslandi lokuðu, það var kallað á hjálp til ríkisstjórnar Íslands sem ég skilst að sé velta þessu mjög mikið fyrir sig núna hvort að hún vilji vera í sambandi við þjóðkirkjuna eða ekki. Það var enginn sem svaraði neinu, þá var hópur af fólki sem stofnaði það sem heitir Sumarhjálpin, sem ég kom nú reynda að sem algjörlega bara sjálfstætt fólk út í bæ, ekki tengt kirkjunni og á neitt hátt og ekki trúa eða til eða frá. En þá höfðum við engan pening til að auglýsa neitt eða neitt slíkt, en eitt af því sem við gerðum, það var að við sendum öllum sóknarprestum út all land, bara tölvupóst og spurðum, getið þið hjálpað okkur, þekkið þið ekki fólk sem þarf á aðstoð að halda, eða einhver sem getur lagt til pening. Ríkið gerði ekki neitt, bæjarfélagin gerði ekki neitt, en þarna var það sem voru prestarnir sem að gerðu þetta og svo þetta fólk sem enginn talar sem bara vinnur í safnaðarstarfi, kvenfélögum og slíkur sem kom og lagði eitthvað til á þess að vera eitthvað verið að segja frá því fjölmiðlum. Ég ætla bara örstutt svara þessu, heldur að þetta sé ekki ákveðið, að það sé ekki eins og núna á þessum tímum að þá sé nú kirkjan þrátt fyrir allt og þessi þjóðkirkja betri en enginn þegar kemur að þessu? Já, eins og ég segi, ég dreg ekkert í efa að kirkjan vinni að mörguleyti gott starf, en ég held að það sé ekki vegna þess að trúin sem slík sé góð, heldur vegna þess að fólk svona að þó nokkrum meirihluta frekar gott í eðli sínu. Þannig að fólk myndi vinna þessi störf, hvort heldur væri, hvort heldur kirkjan til eða ekki. Já, ég er alveg saman, ég er ekki að tala hvort trúin sé góð eða slæm, ég er bara að tala þetta þarna fyrir hendi og mér finnst leiða við tökum og við þurfum að taka þetta mál með stjórnina og þessa sögu algjörlega í gegn og fá þetta upp á hreint og hreinsa þetta út, algjörlega. En mér finnst leið í framhald af því, sambandi ríkis og kirkju og þjóðkirkjan, viljum við hafa þessa stofnun sem hvort sem við trúum ekki gerir þetta og vinnur þessu verk eða ekki. Við þurfum að setja punktinn hérna, það verður sjálfsagt að ræða þetta endalaust en ég þakka ykkur báðum kærlega fyrir komin í Kastljós. Takk.